hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi klukkan orðin 26:09 og það er 22. júní fyrir þá sem að hlusta eftir á. Og já, það er náttúrulega búin mikið veisla í körfuboltanum upp á síðkastið, en áður en við förum inn á hann ætla ég rétt svo að segja hvernig staðan er í eina leik kvöldsins sem er ennþá í gangi í Pepsi-deild karla, og það var eftir að gleðja Kjartan alltaf mjög mikið sem er næsti viðmændi þegar KR-ingar eru konir 1-0 yfir gegn Stjörnunni. Það er spurning hvort að Kjartan sé búin að skella á. Kjartan, ertu þarna? Ertu þarna? Margblessaður. Blessaður. Herðu, hvernig ertu búin að hafa það núna? Ég er búin að hafa mjög gott, æðislegt. Já. Þetta er ekki að það komist á Suðurland núna í þessum tíma. Já, þannig að þú ert komið frákvörf? Ég er komið mikið frákvörf, en þegar ég hyggja að bæta úr því bara á næstu vikum. Og já, gamla félagið komið í deild þeirra bestu í körfunni? FSU? Frábært mál og búin að liðið búið að fá núna listi. Chris Kert komin heim og það er bara frábært líka á. Það hlýtur að vera markmiðum 1 og 3 og halda liðinu deildinni og svo taka stöðuna eftir 1 ár. Bara magnað og Selfoss á þetta eiga liði eftir deild í öllum íþróttum, það er bara þannig. Já. En hérna, já, þú ert væntanlega búin að vera vakandi mikið yfir NBA-deildinni og já, varst orðin hérna lýsandi yfir finalsarni á Stöðvar Sport. Já, þetta maður var á svona sem maður segir á Pacific Time, sko, maður var komin á allt annað tímabelti. Þetta er hræðilegt, alveg mannskemmandi, en maður gerir þetta fyrir þess að fallu íþrótt að vaka fram eftir öllu og hérna, það var einmitt mjög gaman að fá að taka þátt í þessu í ára, það var lýsa sem með Baldri Bekk og Tómasi Þórðarsinni. Og já, þú sjálfur með hverjum hélst þú? Var það Golden State eða Cleveland? Ég er alveg sjaldan haldið jafn mikið með báðum liðum, bara ég held svolítið með svona team spirit í Golden State og þessi svona hérna, og þeim feeling, en ég held líka rosalega mikið með LeBron James. Ég veist hann alveg magnaður körfuboltamaður og ég er alltaf, mér finnst rosalega gaman þegar svona að vera að skrifa söguna fyrir framan augunum manni. Það er svona gaman að fá einhvern veginn að vera vitnað í svona sögulegum hlutum að gerast. Þannig að þú ert að sjá svona það þú náttúrulega upplifir þegar Michael Jordan var upp á sitt besta? Já, ég meina það er margir svona margt sem svipar með þeim, sko, en Jordan svona ekki svona, hvað sé, hann er meira alpha male. Nota það orð, hann er svona meira töffari, svona meira svona einhvern veginn alvöru gaur, sko. LeBron er rosalega upptekinn af hvað fólki finnst hann og pælir allt svona sem að gerist, pælir hann svo rosalega mikið út, en Jordan var bara Jordan einhvern veginn og það svona muninn á þeim og inn á öllu með alltaf mjög ólíkir leikmenn, en LeBron er að komast ansið nálægt Jordan, sko. Já. En já, það vantar, er það ekki þá bara hringina? Jú, og það gleymist oft þegar að vera að bera þessa kalla saman og bara alla þessa bestu. Ég meina, Magic Johnson, hann spilaði með James Worthy og Kareem Abdul-Jabbar og fleiri góð leikmennum. Byron Scott, þetta miss og AC Green, þetta kannski ekki stórstjörnur, en Jabbar klárlega einn af, margir segja, jafnvel besti leikmann á þetta tíma ef háskólabotnið er tekið með, hann var frábær þar í UCLA. Bird spilaði með McHale og Paris og Dennis Johnson, Jordan spilaði með Scottie Pippen og Dennis Rodman. Þú veist, þessir bestu leikmenn fengu að spila með svo mikið af stjörnum. LeBron James hjá Miami, þá spilaði með Dwayne Wade og Chris Bosh sem er mjög flottir leikmenn og enda fór liðið 4 sinni mjög í úrslit sem er mjög sjaldgæft, og hann fer svo yfir í Cleveland þar sem að allir bestu mennir sem með hann bara meiðast, en hann er samt sem áður að komast taka lið sem var lélegasta liðið fyrir og gera það að einu bestu liðan bara með því að hann mæti, og Miami Heat og móti fór yfir þetta bestu liðan með að komast í úrslitakeppnina. Það segir bara svolítið mikið hann, og þegar maður ber þetta saman með þess að Jordan hætti á sínu tíma og fór hann í þetta frí þegar faðir hans dó, þá tapaði Bulls bara 3 leikjum meira árið eftir. Þannig að hérna, hann er svo LeBron hafi svona meira áhrif á liðin sín, en þetta er auðvitað mjög lítið úrtak og erfitt að svona draga einhverja svona
sterkar ályktanir af þessu en það alveg gaman svona að storka við þessari hugmynd að Jordan sé einfaldlega langbæst maður allra tíma það muni aldrei neitt ná honum og svona aðeins að svona hrist upp í hlutunum þó að Jordan sé vissulega á hærri stalli en LeBron í sögulegu samhengi í dag. En þegar menn byrja að tala um það þá var náttúrulega líka minnast á Bill Russell þá maður aldrei séð hann spila þá vann hann 11 titla á 13 árum og einn eða tvo man ekki held bara einn sem spilandi þjálfari þannig að og gerði var með Boston Celtics gerði það stórveldi og þannig að það er líka máli ekki gleyma Russell. Nei, nákvæmlega. En hver svona frá því þú byrjar að fylgjast með NBA-deildinni átt þú eitthvað svona alveg bara uppáhaldsleikmann fyrir og síðar? Já, það er Larry Bird. Það er Larry Bird. Erum við ekki í sama stað þar eða? Já, það hlýtur að vera. Ég bara upplifði aldrei að sjá hann spila. Það er einhverju viti. Ég er rauninni misti af gullaldra á hann. Ég pabbi minn er mikill Boston-maður og ég á ennþá Bird plakat sem að hékk yfir rimlarúminu mínu þegar ég var 2 ára gamall. Og dóttir mín er núna komin í forláta starters Celtics jakka sem ég átti þegar ég var 4 eða 5 ára eða hvað sem það var og þannig að hún er fara að halda þeirri hefð gangandi og Ég þori ekki að gefa mínum Larry Bird búningin einu sinni. Nei, mín er komin í og Rodman treyjur og svona sem maður átti í gamla daga þetta er gaman að sjá krakkan í sig en ég bara ólst upp sem mikill Boston-maður og Larry Bird er alltaf minn uppáhaldsleikmaður ég hélt svolítið upp á Karl Malone sem ég skil nú ekki alveg hjá yngri ég horf hann í dag sem er óþolandi leikmaður og svo svona í seinni tíð þá hélt ég alltaf rosa mikið upp á Rondo til að hann einhvern veginn misti það og ég held að uppáhaldsleikmaðurinn minn í dag í deildinni sem Sean Livingston Warriors hann er svona það er svo gaman að sjá svona kraftaverkasögur hann fór í því næstu að missa fótinn hann braut hann svo illa tók allt inn hérna á sig og það var alveg komið heldur til umræðu að taka bara á hann fótinn það var svo mikið slitið og náðu að komast aftur í deildina og vera mikilvægur hlekkur í meistaraliði stórkostlegt þannig að ég held mikið upp á hann. Þannig að þú ert svolítið fyrir svona öskubusku ævintýri? Já, það er alltaf gaman. Ég svo held maður bara með einhvern veginn, þú veist, ég er með LeBron flottur og Steph Curry flottur og ég er mikil Russell Westbrook maður, mér finnst hann frábær, mér finnst ótrúlega gaman að horfa á að spila og bara alla þess að kalla, sko, en ég hef alltaf haft gaman líka svona, það er blaðamaður í Bandaríkjunum eða bloggari og fjölmiðlamaður sem heitir Bill Simmons sem að hann bjóð til hugtakið irrational confidence player eða sem var svona með of mikið sjálfstraust með við hæfileika og það er alltaf svona mikilvægur menn það er svo J.R. Smith er svolítið það típa sko, svona tekur oft of erfið skot en hittir þeim svona Vernon Maxwell sem var í Houston Rockets var svona típa og fleiri spilar Rodman var vissulega svona með hint af þessu hann var að skjóta mikið hann var svona gerði mikið úr sínum hæfileikum og það má, þú veist, hann Eddie Howe sem var í Boston, hann var að telja upp svona margar svona leikmenn. Þetta eru svona yfirleitt mínir uppáhaldsleikmenn, Steven Jackson og svona típur sem að svona og oft svona það sem að fólk heldur að séu slæmir strákar svona sem eru svona erfið kannski umgengni og svo koma á völlinu og góðir. Ég held mikið på hann leikmenn. Ég á marga típur uppáhaldsleikmennum. En já, NBA í dag er orðið virkilega vinsælt á Íslandi sér maður aftur. Það er þarna NBA spjallið og fleira og það virði sem að allir hafa byrjað allt í nú bara eins og þetta playoffs og finals hafi orðið það spennandi að bara Íslendingar körfubolta áhugamenn gamlir bara risu sig upp og bara byrjuðu að fylgjast alveg á fullu með. Já, ég er nú stjórnendum á þessu NBA-spjalli. Ég var þess heiðus aðnefndi að fá að taka þátt í því og það bara var sinnið því bara að Elju, þetta er fara að koma vel á 3.000 manns þarna inn og allir svona fyrir eitthvað virkir og það er rosa skemmtilega pælingar þarna. Svo er mikið NBA spjall á Twitter líka, þannig að sko ég held þetta sé það er
stórbætt aðgengi að NBA. Það League Pass og svo náttúrulega voru rosa margir leikir sýndir á Stöðvar Sport í beinu útsendingu og þannig að það sem dró fólk inn og ég held að en sé svona læra að nota samfélagsmiðlana, þú veist eins og þegar við Baldur að lýsa þá var maður oft sko að kíkja á sem ég ger stundum, þú veist bara eins og maður gerir það var ég gerði einhver mistök í lýsingu og svo maður bara bent á það á Twitter og þá bara leiðist maður í loftinu sko, maður það er það að nýta samfélagsmiðlana og þegar það gerist þá verður fólk ennþá virkara og einhvern veginn og stundum koma pælingar upp á Twitter eða í NBA spjallinu þegar maður kíkir á í leiklegum og svona sem að maður getur notað í lýsinguna og sem bara frábært því að fólk, það eru rosalega margir Íslandi sem eru vel aðsér NBA. Og já, ég nú enda á því að horfa á gamla spólu með Einari Bolla og Valdi Birni þarna núna daginn að ég bara fór þetta að velta fyrir mig. Þeir náttúrulega ekki með tölvur eða internet þarna fyrir fram að sig. Þetta eru eldgamli leikir. Alveg magnaðir. Já, og það enda rosalega sko, fólk heldur að fólk heldur að maður hafi tíma til að fletta upp og svona. Það alveg þetta erfiðar að maður heldur að lýsa þessu leikjum sko. Þetta komir óvart hvað það svona mikill hraði í þessu og maður svona nær ekki að og það að vera ansið vel undirbúin það sem mjög gaman. Já. Kjartan Atli, ég ætla nú ekki að halda þér of lengi en ég hugsa áður en ég sleppi þér að ég verði nú að spyrja þér rétt svo út í Pepsi-deildina áður en að Stjarnan tapar gegn KR því að 7 mínútur eftir og þeir eru orðnir manni færri og ég verða að spila náttúrulega bikarinn í blár í ár svona áður en við endum þetta áður en að Stjarnan sé búin að tapa. Já, hann verður nú ekki í blár í ár núna þannig ekki kalla megin í fótboltanum það var bara kvennalið bara það eina sem að getur haldið stoltinu svona eitthvað þeim en já, við erum það nú bara selfisingar yfir ykkur og IPVF líka. Já, þetta bara hér var það hrun. Já. Þannig að Stjarnan komin bara austur eða Suðurlandi. Já, það bara fínt. Nákvæmlega. Kjartan Atli, hvað ætlar að gera þér í sumar? Herðu, ég bara eitthvað að vinna og þjálfa og svo ætla ég að fara eitthvað að ferðast með dóttur minni og ég nú eitthvað búin að bóka einhverja bústaðarna á Suðurlandinu mitt og ég ætla að reyna að vera smikið á Suðurlandu og ég vona ég ná allan 2 vikum. Já, þannig að þú nærið að fylgjast með Árborg og fleirum gömlum félögum. Reyna að kíkja á leik, ég sé að Eiríkur Rafael Elvír, hann farin að æfa sig aftur í aukaspyrnum, ég sá það á Facebook, svakaleg skitta. Aukaspinnu sérfræðingur þannig að maður verður að reyna að ná henni leik með honum í sumar sko. Já, okkur. Það nú bara þannig. Kjartan Atli, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, hafðu það gott í sumar. Sömuleiðis, Unnur. Bestu þakkir. Já, næsta dagskrá, það eru bíladagurinn á Akureyri. Við ætlum að heyri Einari Gunnlaugsinni formann bílaklúbs Akureyrar. Það var full dagskrá núna helgina á Akureyri í alls konar bílakeppnum. Það var græjukeppnu, ég veit ekki hvað drift og allur fjári. En staðan í leik Stjarnan og KR það er 1-0 og Almar Ormarsson með það mark. Og Gunnar Nilsen fékk rautt spjald á 77. mínútu. Beint rautt. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli.